Í meira en 100 ár hefur fullveldið skipt sköpum framþróun samfélagsins og þann ótrúlega árangur sem við höfum náð. En fullveldið kom ekki af sjálfu sér og það varðveitist ekki af sjálfu sér. Við þurfum að vernda fullveldið. Og við höfum fengið margar áminningar mikilvægi þess á liðnum árum. Icesave-slagurinn var spurning hvort að við kæmumst upp úr þeim stórkostlegu efnahagsþrengingum sem við vorum lent í fyrir rúmum áratug síðan. Skildi í raun milli feigs og ófeigs í efnahagsmálum. Þar höfðum við sigur en eingöngu í krafti fullveldisins, vegna þess að við gátum tekið þær ákvarðanir sem voru réttar fyrir okkar samfélag. Þegar kom að því að gera upp bankahrunið innan föllnu banka, fórum við leiðir sem engin önnur þjóð hafði nokkuð tímann farið. Við þurftum að finna leiðin upp sjálf, en hún var sniðin að okkar aðstæðum og því að verja rétt samfélagsins, íslensks almennings. Og árangurinn var sá að engin þjóð hefur náð viðlíka efnahagsviðsnúningi eins hratt að minnsta kosti ekki í seinni tíma sögu. Og nú sjáum við nýtt dæmi þegar við erum lent í nýrri krísu sem kostar samfélagið milljarð króna á dag, baráttan við veiruna. Þar hefði getað nýtt fullveldið til að afla okkur bóluefnis. Í staðinn drógumst við inn í vonlaust verkefni Evrópusambandsins sem að jafnvel Evrópusambandsþjóðir gefast nú upp á ein af annarri. Við þurfum að vernda fullveldið og við þurfum að nýta það. Og það mun Miðflokkurinn alltaf gera.